Næst á dagskrá Rauðaborðið, umsjón Gunnar Smári Egilsson. Já, velkomin að Rauðaborðinu á miðvikudagskvöldi. Það í þættinum í kvöld, þá förum við hérna í lok þáttarins til Ekvador í fylgd með honum Alex Hatíva Ramos sem frá Ekvador, flutti hingað til lands 12 ára til móður sinnar og hefur fylgst vel með og oft farið til Ekvador, ekki eftir COVID, en ég ætla að tala við hann stjórnmálaástandið í Ekvador sem háskalegt. Það eru kosningar núna á sunnudaginn og þar eru framin pólitísk morð. Einn frambjóðandi var drepinn, borgarstjóri í öðru landi, þingmaður óáran í Ekvador. Ég ætla að reyna að skilja ástandið þar í samtali við hann Alex hér á eftir. Við höfðum í sumarútgáfu af Rauðaborðinu, vorum með þátt einu sinni í viku og í þeim þá spellaði mikið pólitík við bróður minn, Sigurjón Magnús Egilsson, sem blaðamaður líka. Og þráðurinn eiginlega í þessu var svona ólgan í hægri helmingi stjórnmálanna á Íslandi. Það sem að hægri menn voru að lýsa mikið svona óánægju sinni með ástandið á ríkisstjórninni, ástandinu í flokknum og ýmislegt sem að tengist í. Ég ætla að eftir örstutt hlé ætla ég að fá hinga hægri menn að borðinu. Miklu snöður að tala við þá þessi mál. Gísli Freyr Valdorsson og Björn Ingi Hrafnsson koma hérna og ég ætla að spyrja þá af hverju hægrinu líður svona illa eftir augnablik. Rétt að greiða lágmarkslaun fyrir hámarksábyrgð? Til að manna mikilvægustu störfin þarf mannsæmandi laun. Efling stéttarfélag. Já, við ætlum að núna tala hægrið í íslenskri pólitík sem ég veit ekki að þetta orðað þannig, það var átt sviðið í sumar. Það var gagnrýnin í pólitíkinni kom frá hægri á hægrið og þannig að við ætlum að reyna átt og gráði af hverju leið hægrinu svona illa í sumar. Og til að það eru komnir hingað 2 hægri menn sem ekki algengt verið að viðurkenna við Rauðaborðið, en það kemur oft fyrir Björn Ingi Hrafnsson sem einu sinni var framsóknarmaður. Ég veit ekki, ertu framsóknarmaður ennþá? Ég óháður flokkum, ég bara borgarlega sinnaður maður, með hægri. Já, menn varst þar einu sinni. Já. Gísli Freyr Valdorsson, þú ert innmúraður og innvígður sjálfstæðismaður. Já, allan að hægri maður. Þú ert hægri maður. Ég ætla að bóra það sjálf að vera svona vel mannað. Herðu, ef ég má byrja á þér, Gísli, hvað af hverju leið hægrinu svona illa í sumar? Já, ég ætla kannski ekki að taka undir það að okkur hafi liðið eitthvað illa, en ég reyndi að fagna því að það sé gagnrýni á sjálfstæðisflokkinn og hægristefnuna frá hægri. Það hefur verið skortur á því, kannski mörg ára, að hægri menn láti í sér heyra og hafi skoðanir og séu óhræddir við að viðra þær. Það auðvitað augljóst að þetta ríkisstjórnarsamstarf reynir á væntanlega marga. Það búið að vera órói, við vitum það er komið fram í fjölmiðlum, það er bara órói í VG í mörg ár út af þessu samstarfi og það kvarnast úr þeim flokki og núna kannski óróin svolítið að koma upp á yfirborðið í sjálfstæðisflokknum. Sumt af þessu kannski eðlilegt að margir innan flokksins kannski telja stefnumál flokksins ekki ná fram, að bara hugmyndir eins og viðskiptafrelsi og atvinnufrelsi og allt þetta séu einhvern veginn svona hugmyndir sem gleymast í einhverju faglegu ríkisstjórnarsamstarfi sem allir að passa sig að pirra ekki hvern annan og svona. Það kemur líka gagnrýni til frá viðskiptablaðinu á ríkisfjármálum sem nú eiginlega verkefni Bjarna Benediktssonar. Að hann sé eiginlega með stundum að lesa eiginlega þessi þetta eiginlega glórulust hvað ríkissjóður rekið með miklum halla í góðæri og mikilvæg verðbólgu. Já. Réttilega þá og ég meina enda sjáum við hvað ríkisútgjöld hafa aukist á síðustu árum og viðskiptablaðið og kannski Morgunblaðið og svona þjóðmálin hjá þér. Svona dútlar eins og ég út í bæ að gagnrýna þetta. Og það er bara fínt, ég bara fagna því. Það okkur líður ekki illa til að svara spurningunni. Nei, en þetta þannig að flokkurinn, sjálfstæðisflokkurinn, að það sé upplifun hægri manna inn í flokknum með einhvers hægri arms, að flokkurinn sé bara að færast inn á miðju, að þetta sé umfram það að þetta sé samkomulag inn í ríkisstjórn sem þvert yfir miðjuna, að flokkurinn sjálfur sé að
tapa áttum. Já, það sjónarmið hefur alveg heyrst og líka kannski að flokkurinn sé meira upptekinn af því að sitja í ríkisstjórn heldur en að fylgja eftir stefnu sinni, upprunalegu stefnunni og það auðvitað ekki gott ef það er rétt, ég er ekki að segja sér þannig en það er upplifun margra og ef það er tilfellið að þá auðvitað og maður heyrir það í sumar og líka bara síðasta vetur þó að kannski komið fram meira eins og segja aðan upp á yfirborðið í sumar maður heyrir marga sjálfstæðismenn spyrja sig kannski bara betra að vera í stjórnarandstöðu og leyfa bara vinstri að ráða þetta var þetta með dýrt fyrir samfélagi skattar myndu hækka og allt þetta en er einhver sem segir já þessar spurningu? Er þetta ekki svona augrandi spurning Jó, sem að enginn þú myndir aldrei fara hljómgrunna þessu inn í sjálfstæðisflokkurinn sem að vill vera við völd? Nei, líklega ekki Björn Ingi, hvernig, þetta nú sjálfstæðisflokkurinn nú svona aðal playerarnir í sumar, það fór lítið fyrir Framsókn Já, og ekkert mikið fyrir miðflokknum en svona Sigmundur er á sinni svona leið og honum líður ekki illa í þessar umræðu að sjálfstæðisflokkurinn sé ekki alveg nógu mikill sjálfstæðisflokkur. Nei, það held ég sér rétt hjá og hann svo sem hann og Bergþór hafa verið býsna duglegir að sprikla í dálítinn tíma og það er að fá meiri hljómgrunn þess að þeir hafa sagt held ég líka síðasta þingvetur að þeir hafa svona svolítið verið að halda sjálfstæðisflokknum og Framsóknarflokknum við efnið minna á fyrir hvað þessi flokkar standa, rifja upp stefnuskrár og svo framvegis og það sem mér hefur kannski fundist athyglisvert er að það hefur glemst hjá mörgum flokkum þessi grunngildi og stefna sem kannski kemur til út af þessu skrýtna stjórnarsamstarfi að það er einhvern veginn þvert yfir allt sviðið og þess vegna verður þetta meira svona starf að vera í ríkisstjórn og það er eins og markmiðið sé að klára kjörtímabil, það sé stóra markmiðið en ekki hvað ég að gera, hvernig samfélagi ég reka og fyrir hvað þetta fólk stendur sem að er þarna í valdastólunum. Áberandi þegar forystufólki kemur fram og segir þessi frábært samstarf sín á milli í ríkisstjórn sem nýtur ákaflega lítils traust við all þjóðarinnar. Það skiptir eitthvað máli hvort það sé gott samband þeirra á milli. Já, ég sjálfsög held ég að það sé rétt að það leynist ekki að það er mjög gott samstarf á milli þessara þriggja forystumanna en það eitt og sér er einlega satt að segja farið að duga stuðningsmönnum þessara flokka skamt ef að það kemur ekkit undan þessu samstarfi sem hönd er á festandi, ef að fylgi flokkana vinsældir ríkisstjórnarinnar, persónlegar vinsældir fólks eins og Katrínar hafa algjörlega hrunið, að þá held ég að ég þekki þetta fólk nægilega vel og ber það góðan hug til þeirra að maður hlýtur að hvetja þau til þess að líta hans í einn barm og velta fyrir sér hvort að þetta sé beinlíns rétta leiðin og hvort það sé þá til dæmis erindi þessa fólks í stjórnmálum að hafa klárað eitthvað kjörtímabil per sé bara til þess. Það er svo fá eitthvað í kladdan fyrir að vera forsætisráðherra sem að klára kjörtímabilið. Já og svo koma stuðningsmenn VG og segja að þessi líklega best að leggja flokki niður. Það getur ekki verið. Hins vegar er þetta mjög gott fólk að mörgu leyti og ég held í sjálfu sér að það sé ástæða til þess að fagna þessu umræðu. Ég var að tala um þetta síðasta vetur að borgarlega þenkjandi fólk á miðhægri línu stjórnmálana þyrfti bara einhvern veginn að fara að láta heyra meira í sér. Ég gerði það kannski fyrst og fremst út af því að ég hef farið töluvert um landið. Ég er alltaf að tala við fólk. Ég held að þið vitið það nú hvernig það er að þegar maður er í fjölmiðlum og er að tjá sig með þessum hætti þá getur maður varla farið í búð eða bensinstöð og þess að fólk fara að tala um pólitík sem ég hef reyndar alltaf mjög gaman af því að þá fær maður á tilfinningunni hvernig hjarta slær. Og mér fannst ekki umræðan í fjölmiðlum endurspegla það sem fólki í landinu væri að tala um. Og mér finnst gott að það sé að koma á yfirborðið og ég held að það kunna vera út af því að í þessari svona PC-væðingu stjórnmálana, umbúða stjórnmála eins og Sigmundur og fleiri hafa talað um er að við erum alltaf að reyna að tala bara um það sem er óumdeilt. Það er ekki það sem fólk er að tala um. Fólki er að tala um að það sé erfitt að reka heimili, það sé allt miklu dýrar en áður, það er bara miklu dýrar að fara í lágvöruverslanir, hvað þá aðrar. Það er allt dýrara, það er allt að hækka. Fólk hefur ágjörð þessum hlutum, ríkisstjórnin hélt velli með því að fá sveiflu á síðustu dögum fyrir kosningar á grundvelli þess að þeir vöruðu við vinstristjórn, þeir vöruðu við verðbólgu sem getur komið, þegar við fengum þetta samt og við þessar aðstæður þá verður þetta fólk að fara að sína okkur að það hefur verið ástæða fyrir því að það hlaut endurkjör, ekki bara til þess að klára kjörtímabili heldur, til þess að gera eitthvað sem skiptir máli fyrir fólki í landinu. Má ég að spæta við þetta, því að þú segir að umræðan í fjölmiðlum hafi ekki endurspeglað það sem að fólkið út í bæ er að segja, bara Jón og Gunnar út í bæ, verðin fólk sem við hittum í búðum og svona.
það sem er öllu verra er það að stjórnmálumræðin heldur ekki endurspegla það sem þetta fólk er að segja. Þetta er gagnrýni sem við frá vinstri getum líka sagt. Bara fjölmiðlar og stjórnmálumræðin er ekki að fjalla það sem skiptir máli. Stjórnmálmenn og sérstaklega þá kjörnir fulltrúar auðvitað á Alþingi séu bara einhvern veginn ekki í takti við fólki í landinu ef við tökum þann til orða. Og þetta er ekki bara í Íslandi. Nei, þetta skapar endurspeglast og það er meðal annars að séu podcastarar og svona. Já, þetta hefur við séð mjög víða og bara í nýlegum kosningum í löndum sem við þekkjum eins og Hollandi, Finnlandi, á Spáni, þar hefur það verið að gerast að úrslitin endurspegla frekar það sem almenningur er að tala sín í milli með sínum aðferðum en ekki þessi kannski svona elitumiðlar sem að einhvern veginn hafa meira farið í það að reyna að ákveða hvað við eigum að hugsa og hvað við eigum að hlusta á og eru alltaf að reyna að hafa fyrir okkur vitið. Og við sjáum bara til dæmis í Bandaríkjunum þar sem að CNN hefur hrunið í áhorfi vegna þess að þeir voru einhvern veginn búnir að búa til sína heimsmynd að vera andstæðingur Donald Trumps og hættir hann og þeir veit ekki hvað er að frétta, áhorfi hrinur og þeir voru nefnilega fallnir í það bara á hinn vængin að vera með einhvers konar áróður og vera alltaf að segja okkur fyrir. Og ég held að venjulegt hugsandi fólk hafa ekkert mjög gaman að því að það sé alltaf einhver að segja manni hvað maður eigi að hugsa. Herðu, þetta er svolítið áberandi í umræðinni, gagnrýni frá hægri, frá mönnum eins og Brynjari og kannski Elliða og fleirum og Sigmundi. Og það er náttúrulega auðvelt að stilla sér upp og vera málsvari þeirra hinna rallausu. Því að þú getur bara látið eins og það sé allir saman á þér. Eru þið alveg samferður það að ef það er eitthvað svona meginstraums hugsun sem almenning sem ekki kemst inn á miðlana og ekki inn í umræðina, að það sé endilega hægri sveifla? Ég held að það sé svona miðhægri sveifla sem að þarf að finna einhvers konar farveg og af því að við erum ekki ein í heiminum að þá þykist ég vita að þið þekki það að það er slík sveifla í gangi í mörgum löndum og ég myndi ekki... Það er eiginlega ultrahægri sveifla. Já, ég held að það sé... Miðhægri er hvergi sók, sko. Ég held að það sé kannski merkimiði sem að, þú veist, ég þekki ekki marga sem gætu flokkast sem ultrahægri menn eða ultravinstri menn. Ég held að fólk sé nú hóflegra... Þú nefndir þetta nokkra kostningar. Það er í Svíþjóður og Sigurðar kostningarnar þar sem við getum kallað ultrahægri. Jú, en það er bara merkimiðar... Í Finnland er það, í Ítalíu er það. Það var ekki á Spáni, þar var miðhægrið eða sem að var að færa sig yfir, sem reyndar flokkur sem arftaki frankóistana, en hann færði sig, tók að sömuleitu upp kröfur Vox, þannig það er frekar ég veit ekki hvað ég vil kalla það, allt hægri, ultrahægri, sem er sókn í Evrópu. Það sem ég held að hafi gerst þarna eins og gæti gerst hér, ef fólk vaknar ekki, er að þeir flokkar sem að nenni ekki að taka umræðana og gleyma hugsjónum sínum og vilja ekki tala bara það sem fólk skiptir. Ég meina, mér finnst Kristrún Frostadóttir hafa fattað þetta. Hún sagði, kannski ætti Samfylkingin að fara að tala meira velferðarmál og það sem að stendur hjarta jafnaðarmanna næst. Og hvað hefur gerst? Jú, fylgið hefur rokið upp. Samfylkingin hafði dottið það að vera annars vegar meira í upphlaupsmálum, svona einhvers konar populistamálum bara sem voru í gangi hverju sinni, hvað var mest umdeilt á Twitter eins og það var einhver mælikvarði á skoðanir þjóðarinnar og hins vegar aðild að Evrópusambandinu og hinn venjulegu jafnaðarmaður, hinn venjulega vinnandi maður eða kona á Íslandi var ekkit endilega að hugsa mest um það. Og ekki nýja stjórnarskrá. Nei, og stjórnarskrá, bara sem dæmi, bara meira fyrir venjulegt fólk og ég held að það hafi líka gerst í þessum löndum að þessir flokkar sem þú nefnir að hafi kannski ekki náð nægilegum árangri á kostnað nýrra sem hafi gert það, er það einfallega að þeir voru búin að ákveða dagskrána fyrirfram og tóku ekki mið af því sem að fólki var að tala um. Ég man eftir því þegar ég var til dæmis aðstofamaður formanns Framsóknarflokksins að þá voru gerðar kannanir á aðild að Evrópusambandinu eitthvað svoleiðis og flokkarnir allir held ég að við fengið svona bakgrunnsupplýsingar þar sem fólk var að forgangsraða hversu miklu máli þetta skipti og það var alltaf efnaður heimilisins, það voru öryggi. En þinn formaður vildi fara með Framsóknarflokkinn inn í Evrópusambandið? Á sínum tíma, já. Þrátt fyrir þetta? Já. Þannig að elitustjórnmálin vita alltaf betur. Ég mannst ekki til að það er áherslumál. Það var aldrei áherslumál, það var aldrei farið í kosningabaráttu Íslandi í Evrópusambandið, það var ekki þannig. Hann var fylgjandi því. Hann var búin að vera hann var búin að vera utanríkisráðherra í mörg ár
og hann var komin að þá skoðu að hagsmunum okkar geti verið betur borgið þar innan en það sem ég bara að benda á það að menn voru alltaf klárur því að það væri ekki eitthvað sem væri að fara að ráða úrslitum í kosningum. Jón Baldvin lenti nú aldrei lýsið þessu, fór hringinn í kringum landið, fekk gríðarlegan stuðning hjá atvinnurekendum sem að margir hefðu fyrirfram talið gætu kosið Sjálfstæðisflokkin. Hann hélt að maður að fara að vinna glæstan kosningasagur. Ég kaus Alþýðuflokkin í þeim kosningum og ég man eftir því að hafa setið á samt fleiri góðum mönnum hnípinn á Öldulú sem var þar í kringlunni á kosninguvöku þegar algjört hrun blasti við því að hann hafði einhvern veginn miskilið þennan góða hug. Þetta var ekki fólk sem var að fara að kjósa hann. Það kaus bara Sjálfstæðisflokkin og hann skildi ekki neitt í neinu. Er þetta ekki kosningar 87? Það hefði ekki verið þá. Maður var svona gammal. Þá reyndar þá var hann í sveiflu Alþýðuflokkurinn, en síðan verður borgaraflokkurinn og fleira sem að stelur þrumni. Það bara gjörbreytist. Gísli, getum við tengt saman óróleikan í hægrinu hérna heima og það sem er að gerast í stjórnmálum í Evrópu? Nei, ég held ekki. Ég held að það sé á sig miklu lengra sögu í Evrópu og það er einhvern veginn stjórnmálumræðan hún er bara öðruvísi þar. Við erum alltaf að reyna að bera okkur saman í löndinu kringum okkur og sérstaklega þetta Norðurlöndin, en ég held ekki. Ég sé ekki fyrir mér að allan svona í fljótubræði, ég sé ekki fyrir mér að menn fara að kljúa til með Sjálfstæðisflokkinn, svo dæmi sér tekið. Þeir eru marg búin að kljúa hann. Já, það er búin að kljúa hann tvisvar, jafnvel þrisvar. Það má segja að Sigmundur svona höggva í hann. Borgarflokkurinn, Viðreisn og mögulega miðflokkurinn einhverju leyti. Flokkur fólksins var stofnaður af flokki úr Sjálfstæðisflokknum og bauð fram bara inngróna. En er það klopningur ef miðflokkurinn klopningur, það er svona kvarningur. Mögulega. Og kannski ef eftir að sjá einhverja þannig flokka koma fram, ég menna á eftir að koma fram bara einhver frjálshyggjuflokkur eða eitthvað svoleiðis. En það er bara jákvætt að það sé pólitísk umræða, það er jákvætt að hún sé hávær. Ég man alveg 20-30 ára aftur í tíman, það er svona 20 ára aftur í tíma þar sem að menn voru frjálshyggjamenn í Sjálfstæðisflokknum voru látið sér heyra og það var ekki alltaf ánægð með innan flokksins, en þeir samt drógu þá línuna kannski eitthvað aðeins lengra til hægri. Væntanlega hefur þetta líka verið þannig í gamla Alþýðuflokknum og Alþýðubandalaginu sín tíma, það voru ekki allir með sömu skoðun. Þannig að þetta er bara eðlilegt. Og það sem ég held að Þú ert að fara svolítið langt aftur í tíman, þú ert að fara aftur til Eimriðar, þú ert að fara 40 ára aftur í tíman. Já, en það var samt, það er ekki nema 20 ár síðan að hér var starfandi frjálshyggjufélag. Vefþjóðlinn var settur á laggirnar til þess að halda tilteknum gildum á lofti sem að menn töldu að valhöll væri búið að gleyma. Þingmaður Vefþjóðlins hafi fallin á þingi. Það sem ég held að sé að gerast líka er það að það munu koma fleiri framboð miðhægri alveg eins og hefur gerst vinstra megin og það hefur farið í taugarnar á mörgum hægra megin á miðunni eða hægra megin við miðuna að sjá öll þessi framboð fá athygli í kosningabaráttu í umræðu þáttum þar sem þeir að tala fyrir tilteknum hlutum þó það skiptist síðan kannski mikið á milli að þá snýst þetta líka um að hafa rödd í umræðinu og mér hefur fundist skorta á þessi að tala einkaframtakið mikilvægi einmitt minni ríkisumsvifa að það sé tala fyrir því að þarf báknið að vera svo stórt og svo framvegis. Aðeins sem er að byrja hér, sjáum að Reykjavíkurborg er að senda fjölmenna sendinefnd á meðan að þeir get ekki sinnt grunnþjónustu og svoleiðis og það þarf einmitt alltaf að spyrja þessar spurningar, þurfum við að gera þetta, eigum við að gera þetta? Er Ríkisútvarpið eini aðilinn sem er að ráða fólk í fjölmiðlaheiminum og er það einhvern veginn orðið endastöð fyrir þá sem vilja gera gott mót þar? Þessa hluti þarf að ræða og því fleiri sem gera það því betra. Mér sýnist að það sé jafnvel að vera til einhvers konar íhaldsflokkur óanæðra sjálfstæðismanna, einhver kristilegur íhaldsflokkur, það verður forvitnilegt að sjá hvort að það nær einhverju breiðri. Það nú oftur er reynt en ekki gengið. Nei, en það verðist vera svona einhvers konar slagkraftur í því núna. Ég átta mig ekkert á því hversu stór hópur það er. Það sem þarf hins vegar að gerast til þess að við forðum því að fá ríkisstjórnin sem nú situr algjörlega óháð því hvað mann finnst flokkana eða forystumennara, ég hef ekkert nema gott þau að sitja, er að þetta samstarf er ekki uppskrift að góðri pólitík. Menn vinna kosningar, menn setja fram einhverja hugmyndir, fá atkvæði og fá svo brautargengi til þess að vinna í þeim ríkisstjórn. Það er ekkert að gerast núna. VG fær ekki nema hluta því sem þeir vilja og það er baklandið og óanægt og sjálfstæðismenn eru óanæðir, framsóknarmenn er einhvern veginn þarna á milli og það er allir einhvern veginn alltaf að reyna. En hafa stjórnmálin ekki oftast verið þannig að flokkarnir snúa sér að almenningi fyrir kosningar
og eftir kosningar þá bara snúaði sér að Ég veit ekki, ég meina, sko. ég var aðstofamaður á þeirra í ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Framsóknar þar sem menn vissu nokkurn veginn fyrirfram að þau mál sem væri sett á laggirnar yrðu og menn stóðu þá fjallum með því og mér finnst það mörguleiti heilbrigðara heldur en að það verði einhver móðsuða. Eins og húsnæðismálin 2003? Já, ég meina það verður bara móðsuða og lægsti samnefnari og enginn færi neitt. Fólki heldur stjórnmálum alveg við efnið, sko. Það er erfitt að láta rætast kosningalofur, það er ekki bara best að kjósa Framsókn. Jú, það er erfitt að láta það rætast. En þá var líka veltaði upp, sko, eins og var nú tilefnið, sko, þegar þessi ríkisstjórn var mynduð 2017 eftir kosningarna þá var hérna talað það að þetta ná hér fram pólitísku stöðuleika. Eins og hér hefur ríkt ykkur óstöðuleiki í mörg ár sem var þetta ekki raunin. Ég meina, ríkisstjórn Bjarna og Sigmundar hafði setið frá 2013 til 16, síðan kemur þarna ríkisstjórn Sjálfstæðis Viðreisnar og Bjartar framtíðar sem springur auðvitað eftir tímanni. En það er ekki eins og hér að vera allt í kalda kóli í stjórnmálaheiminum, sko. Þannig ég held að menn hafi aðeins ofmynd og ég hef aldrei verið hrifinn af þessu að þegar menn töluðum að mikilvægt þess að ná fram einhverjum pólitísku stöðuleika. Þess vegna þyrfti að mynda þessa breiðu ríkisstjórn. Bjarga lýðræðinu með því að kjósa. Og núna 6 árum seinna eru einhvern veginn ennþá að tala um að þetta er svona þessi ríkisstjórn mynda stöðuleika. Þetta er stöðuleika í hverju, sko, að passa upp á kerfið eða ríkisstarfsmenn eða ég átti mikið á því hvert markmið stundum. Fyrst og fremst finnst mér samt bara standa þessar ríkisstjórn núna fyrir þrifum er að sífellt fleiri eru sammála því alveg sama hvort að fólk styður flokkana sem er í stjórnarandstöðu núna eða í stjórnarflokkunum. Ég finnst þetta allir vera átnir frekar bera orðir. Já, þeir eru bara óanæður vegna þess að það bara vantar að það sé tekið á málum. Björn Ingi segir að það vanti málsvara fyrir atvinnulífið. Það hljómar svolítið undarlega. Ég meina þú ert ekki ritstjóri á viðskiptablaði, Morgunblaðsins. Ég býst við að þú upplifir að þú sett málsvari þar viðskiptalífsins. Það er gefið út viðskiptablaði sem er mjög einarður talsmaður alls konar sjónarmið í viðskiptalífinu og er náttúrulega þar með endalaust að skoðanadálkum til þess að berja á andstæðingum hægriðsins. Morgunblaði gefið út af stórútgerðinni. Hvernig á maður að trúa því að það sé vandamál í íslensku samfélagi að afsakið orðbræðið að auðvaldið hafi ekki málsvara? Mér finnst kannski fyrst og fremst að þessi sjónarmið þurfi meira sjálfstraust og það þurfi að halda þeim fram og kannski út af þessari PC-væðingu sem ég ræddi hér áðan að þá finnst mér að mikið af góðu fólki sem hefur góður hugmyndir ekkert öfgafullt að neinu leiti heldur bara hugmyndir um það hvernig samfélagi geti fungerað betur að það nenni ekki lengur að setja þér fram af ótta við að vera svo tekið fyrir einhverjum kommentakerfum og einhverju slíku og ég held að þetta þekki vinstri menn vel, miðjumenn vel, hægri menn vel og mér finnst að þetta sé aðeins að breytast vegna þess að ef að sífellt fleira fólk hættir að taka þátt í umræðunni af ótta við drullumallið sem að því fylgir að þá verður umræðan eldsneytara og þeir sem að halda þá sínu striki af því að þeir séu með réttar skoðanir og séu að halda því fram sem að megi segja það er ekki endilega það sem fólk En hefur þetta ekki alltaf verið svona, ég meina ímyndaður að vera sósíalisti á Íslandi og halda fram skoðunum sínum þú hefur verið rakirtur sem stalinisti og kommunisti og það er bara enn þann dag í dag það fer samt ekki lítið fyrir þér umræðinu Nei, ég er ekki að kvarta, þú sátt að kvarta ég er bara að segja ég er ekki að kvarta, ég er að segja að harðdrægni í umræðu fylgir ef þú vilt fara meiri umræðu stjórnmálaskoðanir að þá færðu þetta líklega ég hef ekkert farið að hluta því sjálfur og kvarta ekkert undan því ég held bara að þegar maður er komið ákveðin skráp þá tekur maður ekki eftir þessu það sem ég er að vekja athygli á að þetta varð til þess á tímabili að umræðan til dæmis í fjölmiðlum endurspeglaði ekki það sem fólkið í landinu var að tala þetta hefur líka gerst erlendis eins og í Brexit þar sem að elitan í fjölmiðlunum ég meina ég þekki fólk sem að á tímabili var að segja í gríni að ef að marka má vinahópin minn þá fari viðreisn 35% og svo fekk hún eitthvað allt annað þið vitið hvað ég veit þetta er bara bergmálshellirinn sem við búum til í kringum okkur hvort sem það er á samskiptamiðlum, fjölmiðlum eða í vinahópum og við höfum öll gott af því að fara reglulega og tala við fólk sem er allt annara skoðunar það er nú til dæmis eina ástæðan fyrir því að ég bara er hér í þessum ágæta þætti að það þýðir ekkert að vera bara á meðal þeirra sem eru heittrúaðir heldur verðum maður að fara á Er Gísli að reyna að spyrja það þetta? Vantar auðvaldinu virkilega sterkari rödd í íslensku samfélagi? Já, hún gerir það er þú taldir upp viðskiptamiðlana
sjálfsagt má bæta við, þú veist, eins og samtökum atvinnulífsins og gríðarlega öflug áróðursbatteri í kringum SA og viðskiptaráð, kannski viðskiptaráð ekki eins mikið undanfarið. Og svo ertu með á móti gífurlega sterk verkalýðsfélög sem búið miklu fjármagni og látið sér heyra og þú ert með stjórnkerfið sem er ekki að fylgja endilega hugmyndum viðskiptafrelsi eða lága skatta eða minna ríkisvald og svo framvegis. Þannig að við sjáum bara afraksturinn, menn látið sér heyra en ríkisútgjöld hafa aukist, ríkið hefur stækkað, ríkisstarfsmönnum hefur fjölgað, þú veist, regluverki hefur aukist, það er ekki svo ávinningurinn af hægri stefnunni hafi komið fram, sko. En er ekki málið það að stórfyrirtækin vilja hafa þetta svona? Svo er það önnur umræða. Þau vilja bara býta af sér samkeppni og þess vegna er eiginlega vonlaust að stofna fyrirtæki í Íslandi í dag en þess að stóru fyrirtæki vilja það ekki. Og það er þekkt þeoría, sko, að stórfyrirtækin sé ekkert endilega móti auknu reglugerðum að því þau eru með mannskap til að takast á við það, sko, meðan tímannafyrirtæki hefur það ekki, sko. Það er önnur umræða. Ég held að borgarleg málsvarar séu frekar að horfa til þess að standa fyrir það sem að þá lítil og meðalstór fyrirtæki og standa fyrir heldur en einhverja rísastóra stamstipur sem er ekkit sérstaklega lýðræðslega vinsamlega. Já, ef þú ert bara segjum að setja reka 5 til 10 manna fyrirtæki, bara heildsölu eða biföluvegstæði eða eitthvað, það getur verið hvað sem er. Hver er þinn vinur í stjórnkerfinu, í stjórnmálunum? Getið þið bent mér á hann? Nei, ég held að það sé akkurat það sem ég hef verið að tala fyrir og mér finnst bara til dæmis ef við tökum hægrið og ef við tökum sjálfstæðisflokkinn þá er ég bara svolítið hugsi yfir því sem er að gerast og ég held að forysta sjálfstæðisflokksins hljóta að vera það líka. Ef við bara tökum dæmi það sem við þekkjum sögulega með bakland flokksins, það er annars vegar þessi grassroot sem að ég hef tekið eftir og þeir líka er búin að vera kvarta og segir ekki á sig hlustað og það sé ekki áhuga á heina raddir og svo koma til dæmis í varandi þær hugmyndir sem eru upp að setja aukna skatta á skipaflutninga að þá koma þarna stór, held ég, fern samtök atvinnurekenda sem upplýsa það að þau hefur sendt utanríkisráðherra sem er líka varaformaður Sjálfstæðisflokksins bréf og á 3 vikum hafði það ekki verið svarað samtökum atvinnulífsins samtök bara, þú veist. Þórdís Kolbrún hefur svarað í fjölmiðlum og hún hefur bara svarað þessu að hún ætla ekki að gera neitt í þessu. En það kannski segir manni þá byrju hvert er þá orðið bakland flokksins ef að það er ekki einu sinni samtal lengur við þessa aðila eða grassrótina, þetta venjulega fólk sem kýs flokkin. Við hvern er þetta fólk þá að tala? En SA er alltaf grassrót Sjálfstæðisflokksins. Það er náttúrulega bara hagsmunagæsla. Ég sagði þess grassrótin og síðan það sem við höfum kallað hefðbundið bakland flokkana og maður hefði þá haldið að byrju ef þú talar ekki við þessi fyrirtæki, fulltrúa þessara fyrirtæki stór hagsmunamál gagnvart útlöndum, við hvern talar þá? Við hvern er þetta fólk að tala? Og stjórnmálamenn sem hætta að tala við baklandið eða grassrótina og eru þá bara að tala við hvern annan eða kollega á erlendu vettvangi eða fína fólkið eða embættismenn. Já, eða embættismenn. Það er ekki að endurspegla fólkið í landinu og það er mun rekast á vegg fyrir það síðar. Þá erum við byrjað að tala svona það sem ég var að kalla elitustjórnmál sem er gagnrýnt út allan heim. Og gagnrýnt bæði frá vinstri og hægri og er ástæða þess að oft vinna kosningasigra fólk sem kemur bara out of the blue bæði furðulustu fyrirbrigði sem geta verið það, Trump og Macron og bara alls konar og sömuleyti má kannski fylgi þessara það sem ég kalla ultra hægri flokka má flokka með því, það er ekki endilega víst að fólk sé að kjósa stefnuna þeirra, heldur að kjósa bara einhverja sem að andmæla nógu harkalega helvítis elitustjórnmálum og þá er spurningin, eru við hérna í okkar litlu Cardiff komin í þá stöðu? Í grunninn útskýr það náttúrulega kostingar sem við Trump 2016 Trump er enginn hægri maður en það er en þessi óánægja með þá, þið tala elitustjórnmál, það er sjálfsagt rétt orð hún auðvitað kemur fram í þessu fólk er bara komið nóg og en að kjósa yfir höfuð þá kannski vill það kjósa eitthvað nýtt einhvern rebel í stjórnmálum. Og þá í því fylgir einn gagnrýni sem er víða erlendis og til dæmis að þú nefnir Sigmund, hann endurspeglar þetta sömuleyti, sem er það að völdin hafi verið færð frá almenningi, þannig að stjórnmálin hafi ekki lengur völd. Frá vinstrinu getur við sagt sem svo því það er rétti á Sigmundi að völd almennings, almanna valdsins hafa stórlega minkað því að völdin hafi verið flutt út á markaðin. Þannig að annarkvort getur hort á að flutt til embættismannana, myndi Sigmundur líklega segja. Ég myndi segja að þetta er bara flutt út á markaðin, það er þetta ákvarðanir sem áður voru teknara með sameilar ákvarðan hvert samfélag okkur að þróast, er núna bara hent út á markaður og markaðinu komið með lausnir. Og þá er spurningin, ef að þetta er raunveruleg gagnrýni og sem að ræður kosningaúrslitum allan heim, erum við að sjá eitthvað svona tímabil þar sem að
þið kannistu þetta, stundum var þetta kallað faglega, þau taka faglegar ákvarðanir, voru alltaf svona, mátti ekki taka neina ákvarðanir út frá stjórnmálum. Armslengd. Já, armslengd og allt þetta. Erum við að sjá kröfum að við förum frá þessu tímabili? Já, og ég held það. Ég held það og ég held líka bara að það þurfa að skera upp herur gagnvart öllum þessum merkimiðum sem hafa verið búnir til af einhverju fólki sem þarf ekki að sæta neinni ábyrgð gagnvart almenningi en vill ráða einhverja síður og tilhverju stjórnmálamenn koma og fari en þeir hafi völdin og muni hafa völdin og vilja hafa völdin og það er þá til dæmis að þeir sem setja fram einhverja skoðanir séu umdildir að stjórnmálamenn sem að sæti ábyrgð og gagnvart sínum kjósendum ekki koma að hinn og þessu af því að það þurfa að vera faglega skipaðar nefndir eða ráð eða stjórnir sem að enginn hefur síðan kosið og það vera til andlitslaus apparat sem öllu ráða og búa svo til kerfi þar sem eru fullt af upplýsingafulltrúum og alls konar svona girðingum þannig að fjölmiðlar komast ekki einhvern veginn að þeim sem raunverulega taka ákvarðanir og þannig vilja þær hafa það. Ég held að... Við erum dæmið þetta í Reykjavík bara eins og með Sorpu og Strætó, við erum að lenda í stórkustu vandræðum með bætti sem bara vaða áfram. Mér skilst að fjölmennasta ritstjórn Íslands núna sé starfandi í Ráðhúsinu. Hún er ekkit í því að segja fréttir, hún er að verjast fréttum. Hvenær sáum við síðast einhver alvöru pólitísk átök á þessi stað í þinginu? Ég er ekki að segja að þau eru átökum allt, en hvenær sáum við einhvern ráðherra koma með eitthvað mál og bara, ég ætla að keyra þetta mál í gegn. Útlendingamálið. Já, voru það mikil átök? Já, það voru... Því menn voru allan tíman að reyna einhvern veginn að ná það sem nota þetta leiðilega orð þverpólitískri sáttumálið. Þú veist, og það var eiginlega bara þá Jón Gunnarsson sem að í lokin kannski þurfti að gefa eitthvað eftir en var ekki endilega tilbúin til þess. En það er einhvern veginn, þetta hugtak við mikið töðunum mér, það þurfa að ná þverpólitískri sáttum eitthvað mál. Þau eru ekki kjörin til þess. Það er ekkit, þá getur alveg bara sleppt kosningum og láta bara einhverjum embættismenn setja lög, sko. Það er einhvern veginn, og við sjáum ekki oft eiga sér stað mikil átök þingmál. Og aftur, ég er ekki að segja að þurfi að vera átök öll mál, en það má alveg koma öðru hvoru mál sem eru þá frá hægri eða vinstri, sem eru þá einhver hugmyndafræðilegur ágreiningur og bara almenni lýðræðisleg niðurstaða. Já, og menn taka þá eitthvað debat í þingsalnum og þetta var auðvitað þannig, þú veist, maður sé gammalt kall, allt betri gammalt dag, ég er ekki að segja það, en auðvitað þið þekkja alveg, því að við fylgst með stjórnmálum það lengi, menn gátu tekist á við þingsalnum mjög harkalega að fara svo fram og fengið sér kaffi og það var alveg gott á milli manna. Og engin ástæði til annars, það má vera hugmyndafræðilega ósammála og það má takast á hugmyndir og það sem eðlilegt er að á Sósíalistaflokkurinn hjá Gunnari Smára næri auknum byr í seglinn og næri einhverjum mönnum inn næst og kemur að vinstri stjórn að þá fær hann tækifæri til þess að koma þeim hugmyndum í framkvæmd og ef almenningi líkar það ekki að þá grípur hann til sinna ráða í kosningunum þar eftir en við fáum ekki einhvers konar móðsuðu sem enginn veit nákvæmlega fyrir hvað stendur og það er það sem ég held að íslenskur almenningur sé ekki hrifinn af. Það sem er að kvarta núna að andlitið á umkostun ykkar er núverandi ríkisstjórn. Hún er eiginlega meinið af öllu sem þau eru að lýsa, sko. Þessu endalausa komprómi. Já, ég var að segja það þetta, ég rifjaði þetta upp við stofnun ríkisstjórnarinnar, eða þegar tilnæma stofnað, 2017, þá var að tala að það með þetta ná pólitísku stöðuleika. Hvað felst í pólitísku stöðuleika á Íslandi? Hvað er markmiðið? Að ná einhverju stöðuleikum það allir séu svona nokkurn veginn vinnir? Alltaf óbreyttu kerfi. Já, mögulega. Jú, en sko, ég held að... Hefur mikið breyst í lagasetningu, hafa mörg stór mál komið fram sem að hafa gjörbylt einhverju, hafa skattar lækka mikið eða hækka mikið, svo dæmis er tekið. Það hefur lítið breyst og kannski er það þannig að fólkið sem að stýri ríkisstjórninni upplifir það að það sé að reka stefnu þeirra sem að vilja litla breytingar í íslensku samfélagi og séu kannski sannfærð það að það eigi bara stærsta hluta Íslendinga. Já, ég held reyndar að þau séu farin átt að segja því, sko, ég skil vel af hverju þetta var gert á þessum tíma, þessi tilhöfum var gerð og tilfellið er að þetta gekk ágætlega framan af. Það var svona minni áhuga pólitískur umræðu, það virtist allt vera einhvern veginn slétt og fellt á yfirborðinu og þetta sildi bara sinn sjó. Það sem ég held að þau séu svolítið átt að segja á núna er að það eru bara breyttir tímar. Við sjáum það bara í öllum þessum könnunum að það eru bara breyttir tímar og maður sér það í umfjöllun hvernig fólk talar að það er orðið mjög mikið óþol gagnvart þessu að halda bara einhvern veginn óbreyttum kúrs og þetta sé bara málið og jafnvel þriðja kjörtímabili. Það bara er ekki að fara að gerast. Þetta eru skilaboð sem að fórustu fólk ríkisstjórnarflokkana kom með í síðustu viku. Að þau ætla að halda áfram út kjörtímabilið, gott samstarf þeirra á milli
Engir aðri betur kostir í boði? Nei, ég held að þau voru með einhvers konar skilabóðum að nú þurfum við að smala köttum saman, svo vísa til þess sem Jóhanna sagði á sín tíma. Hún sagði hins vegar undir lokin að það væri afskaplega lýjandi og það held ég að það séum við að fara að sjá núna á næstu dögum og vikum, að það verði miklu meira hugmyndafræðilega átök, miklu meira að einstakir þingmenn spilu sóló, vilji láta semja við sig, vilji koma málum á dagskrá, ráðherrar verið berskjaldaðir fyrir gagnrýni úr samstarfsflokkum eða eiginflokki og bara mitt mat sem að byggir á minni reynslu og því sem að þetta fólk að segja mér að næstu vikur verði mjög skröldlegar. Það sé ekki lengur þannig að það sé að treysta því að þótt að þessir 3 forystumenn vísi til þess að það sé mjög gott traust og samstarf þeirra milli sem held ég að enginn efist að þá það bara ekki nóg til þess að binda alla. Svo eftir þess að fjárlög. Já, það er verið að vinna núna. Og þessi ríkisstjórn er ekki hæf til þess að setja saman fjárlög. Og fjárlega tillögurnar sem efnaðarstefnu í erfilegu tímum að mæta kjarasamningum. Já, það eru vel ekki tilbúin í það. Ég vexist bara athygli á því að Seðlabankinn er núna að bíða eftir þessum tillögum vegna þess að þær geta haft áhrif á það hvort hann heldur áfram í vaxtahækkunarferlinu eða hvar það stendur. Þetta skiptir alveg gífulega miklu máli. Og flokkar sem að eiga mjög undir högg að sækja í könnunum eru ekkit líklegir til þess að segja jæja, núna þurfum við bara að fara í alvöru niðurskurð, við þurfum að passa upp á að eiga fyrir og svo framvegis. Eða hækka skatta. Eða, þú veist, skiljið, það verða allir óvanaðir. Það er engin að fá það sem hann vill fá, ekki hægra myndin sem segja, heyrðu, hvað erum við alltaf að þenja báknið út og ekki hinir heldur sem segja, byrju, það er bara verið að skera niður hér á öllum sviðum og það vantar þessa svona hugsun sem tengist að mínum að meira þeim flokkum sem fá þá bara sitt fylgi og leggja það á borði, heyrðu, ég fekk hérna þetta fylgi, þess vegna ætla ég að fara í ríkisstjórn og ætla að gera þetta, þeir hafa umboð til þess en í ríkisstjórn sem er svona, þá er þetta einhvern veginn allt, það fer svolítið í það að sjálfstæðismenn eru pirraði Svandís veit að baklandi hennar það er nú ekkert slæmt að vera með einhverja sjálfstæðismenn brjálað og þetta fer allt í einhvern hund og grödd. Herðu Gísli, það í sumar þá var áberandi gagnrýni sjálfstæðismanna á flokkin og það var Björn Ingi byrjaði bara að endurvakti viljan út af stemmingunni sem að þetta skóp. Ég man líka eftir til dæmis að Ólafur Þórn Harðarson kom inn í sjónvarpssettið og talaði að þetta veri óvenjulega mikið þannig að það var tekið eftir þessu að þetta var hörgaggrinni. Síðan þegar Bjarni kemur heim að þá eiginlega bara sussar hann á þetta. Það er ekkert í því hvernig hann talar að það sé að taka tillit til gagnrýninnar. Hann er ekkert að segja eitthvað, þú veist að þetta hefur verið sagt og svona og við verum að taka tillit til þess og ættum að stefna þessu. Hann bara sussar á þetta. Þá er spurningin, er villikettinir í sjálfstæðisflokknum, íhaldsmennirnir, sumuleyti sem þátturinn þinn er talsmaður fyrir og viðskiptablaðið og stundum er Óla Birni hampað svona sem hugsunamanni og svo jáfnvel menn svona fyrir utan flokkin sem hafa verið að tala. Hafið þið kannski engin valdi í flokknum? Ræður Bjarni spura? Ég held að þetta að Bjarni hafi sussað, ég hef ekki orðið varðið það, ég held að Bjarni hafi ekki þannig völd í flokknum sjálfur, ég held að hafi engin þannig völd að geta bara sussað og gagnrýni. En hann adressar ekki gagnrýni. Ég meina það er ekki nema að hvað er 3 vikur síðan að við Brynjar birtist í Sundarsmokanum og hann skrifaði grein hjá Bjarni Inga í Viljan. Þetta er ekkert langur tími og þessi gagnrýni er ekkert farin þó hann hafi, þú veist, þó að einhver gagnrýni hafi minkað í nokkra vikur, hún kemur þá aftur bara í haust sko, þannig að ég held að þetta sé aðeins svona orðum of aukið hjá þeir að segja að Bjarni hafi sussað á. En hafið þið völd inn í flokknum? Getið þið haft áhrif á flokkin? Vonandi. Það var nefnt hérna nýfrjálsíkjufólkið á hérna vefþjóðvílunum, eða frjálsíkjufólkið, að þar er fallið þingmaður. Brynjar hefur verið gagnrýninn, hann er fallið þingmaður. Páll Magnússon hefur gagnrýnt forystuna, hann er fallið þingmaður. Já, það er ekki eins og Páll Magnússon hefur bóðið einhverja frjálsíkju sko. Nei, en ég meina bara af öðrum ástæðum. Þetta er bara eðlileg hluta pólitík, bara menn koma og fara og allir gangur á því. Meina, við veitum ekkert hvernig þetta verður í næsta prófkjöri, hvort það komið fram eitthvað nýtt fólk þar sem að hefur þá einhverjar frjálsíkju hugmyndir eða hvað það er sko. Völd í flokkum, nei, nema þeir sem hafa völd í flokkum er bara forystan fyrst og fremst. En í svona breiðum flokki hefur einhver hópur eða einhverju einstaklingar haft völd í sjálfstæðisflokki sem hafi ekki verið í forystunni. Ég man ekki eftir því. Nei, mér finnst vera munur á því að þau ert í svona breiðum flokki, hvort að forystan tali þannig eins og hún sé að reyna að hafa ólíkar deildir flokksins svona undir. Mér finnst bara Bjarni ekki tala þannig.
og ég meina á hans vakt hefur þessi Evrópufólki farið og það er mörg dæmum að sko fólk hefur bara farið. Það eins og það sé ekki sami svona, þú veist auðvitað var það öðruvísi hjá Davíð Oddsssyni þegar hann var orðinn það sterkur að hann gat verið leiðtoginn og flokkurinn fylgdi honum, en á leiðinni þá þurfti hann að taka tilliti til alls konar manna og alls konar sjónarmiða og halda þessu flokki saman. Já, nú bara fylgist ég mjög náið með því hvernig hann vann, bæði sem þingfréttamaður og svo bara mjög náinn samstarfsmaður að Davíð Oddsson sko, hann pældi mikið í því hvað fólkið á götunni var að segja og lagði sig fram eftir því að vita það. Og gekk svolítið upp í því að vera óvenjuleg maður með venjulega skoðanir eins og Hannes nefndi. Alveg gífurlega mikilvægt að gera og það sem ég held að hafi gerst er að það var fullkomlega fyrirsjáanlegt að Bjarni Ben myndi koma með þessum hætti. Mér fannst hann til dæmis koma í viðtal til Gísla þar sem að ég gat tekið bara undir mjög margt sem hann sagði. Hann hins vegar í samstarfið þar sem að þessar hugmyndir sem hann að tala fyrir komast ekki nema útvatnaðar eða jafnvel minna en það í framkvæmd og það gerir hans fólk óanægt. Ef þetta hefði gerst fyrir 2-3-4 árum þá held ég að þetta hafi bara verið einhvers konar stormur sem kom upp og síðan halda menn áfram, en það verður ekki núna og ég held að menn hafi verið alveg klárar því að strax eftir Verslunarmannahelgina muni þetta breytast. Þingið að fara að koma saman, það fjárlagagerð, það margt í gangi sem gera það verkum að það þarf að smala köttum, það þarf að tryggja þingmeirihluta í alls konar málum, það þarf að afgreiða mál og það verður ekki gert nema það sé meira tekið til þeirra sem að þeir eru óanægðir og við erum ekki slíkir pólitíski kjánar að halda að Bjarni geti núna hitt Katrín og Sigur Ingó satt krakkar, fylgið okkar ekki nógu gott, þið verðum einhvern veginn að taka meira tillit til okkar, það bara það sem þau gætu líka sagt við hann. Ég held að þetta fólk hins vegar sé ekkit vitlaust, bara þvert á móti, þau fatta þetta sjálf. Við munum sjá einhverjar tilraunir þeirra á næstunni til þess að sjá sterkari ríkisstjórn, þar sem hún ætlar að tækla þessa óánægju og sýna að það sé ennþá líf í henni. Það verður spennandi að sjá hvernig það verður, hvort að stuðningsmenn flokkana kaupa það og hvort það er einhver innistæða fyrir því. Ef ekki, að þá lendur hún í stórkostlegum vandræðum með þinginu. Svo má líka bara hafa í huga að flokkastarf hefur þetta bara breyst. Þú veist, það og við erum alltaf að bera saman einhvern veginn sjálfstæðarflokk Bjarna við sjálfstæðarflokk Davíðs. Þetta er ekkit sama starfið þó þessi sami flokkurinn. Ég meina, af hverju eru sósíalistar ekki bara undir Samfylkingunni? Af hverju eru Samfylkingin og VG til? Þú veist, það er bara... Svo líka við dofna bara eins og hverfafélögin er ekki það sama. Já, og bara þáttakan... Grafavóksur á lífi og allan. Já, þáttakan er bæði minni og hún er öðruvísi. Það er ekki bara hist á fundum í Valhöll kl. 10 á laugardagsmótnum og fundað. Þú veist, þetta bara... En ef að fórust af þessar flokka þarf að koma og skila ykkur til óanæðra grassrútar, þá hægra megin að ef ég kann að lesa í umræðina, þá er það aukin harka í málefnum hælisleitenda, fleiri virkjanir. Ég held til dæmis að í virkjunum þá bara blasið það við, ekki út af því að ég vilji svo sannarlega ekki virkja hverja einustu spræn á landinu eins og stundum er sagt, þetta er alltaf í þessum... En ætlar að ná þessu í gegnum samstarfi við VG? Já, það er bara það sem ég er að vísa til. Ég hlakka til að sjá hvernig svo útfærsla verður sem að mun... Það er pólitískur ómöguleiki. Já, það er bara pólitískur ómöguleiki. Að fólk getur orðið ánægt með þessa ríkisstjórn. Maður er bara, við erum alveg nógu klárir til þess að fatta það að þau geta sagt, já, nú þurfum við að keyra á þetta. Bjarni sagði það. Hann hefur fulla trú á því að stjórnin haldi áfram á grundvelli þess að fara núna með kraftmikla uppbyggingu í virkjunum og svo, já, er það Bjarni, með VG. Það var nú gott að heyra. Það voru stuðningsmenn VG og forystumenn VG sem fögnuðu hvað mest úrskurðinu varðandi Hvammsvirkjun, sem var samt í nýtingarflokki og hafði farið þessa eðlilugu röð, eins og maður segir. En á sama tíma tala menn um orkuskipti og... Ég er að segja það, og ég meina, ég var aðstofamaður Halldórs Ásgrímssonar þegar við vorum í þessa Kárahnjúkavirkjun og það var nú aldeilis, nú kemur bara Katrín Jakobsdóttir allstaðar á alþjóðavettvangi fyrir að tala um grænu orkuna okkar og að tala mikilvægi þess að eiga virkjanir eins og Kárahnjúkavirkjun, en síðan fylgir aldrei sögunni að þau vilja ekki sjá eina virkjun í viðbót af þessari græn orku og við endum með því að borga fyrir mörg 100 milljónir einhverja losunarheimildir frá Slóveníu eða Slóvakíu eða hvað það var og fólki finnst þetta bara einhver dell. Niðurstaðan er þá að það er eiginlega pólitískur ómöguleiki að þessi ríkisstjórn geti haldið áfram þannig að grassrútin sé ánægð með hana, hægri grassrútin.
Þá kemur spurningin, hvaða valkostir hefur hægrið annað? Haldið þið að hægrið á Íslandi geti náð völdum, þannig að allir ykkar draumar aðgerðir í hælisleitendum og orkunni og hvalir veiðarleiðir að renni í gegn? Sko, ég held að við upplýðið það þannig að hægrið sé með meirihluta á Íslandi. Já, miðhægrið, já. Ég held að krafturinn... Hversu langt fer þetta mið? Við vitum að miðjan ræður mjög oft úrslitum stjórnmálum og hún sveiflast til og frá. Hverju til að miðhægrinu í þinni skilgreiningu? Framsóknarflokkurinn, Miðflokkurinn, Sjálfstæðisflokkurinn, Flokkur fólksins, bara svo dæmis tekið Viðreisn, hélt ég, en við sjáum að Þorsteinn Víglundsson segir að sinn gamli flokkur hafi fæst og mikið til vinstri. Þegar þú ert að stríða þeim, þá segir hann svo mikið til hægri. Það eru margir flokkar sem lenda í þessari stöðu. En ég held að massin sé á miðjunni, bæði á Íslandi og annar staðar, stundum sveiflast hann til hægri og stundum til vinstri. Hann eru stundum að halda mönnum til efnið, refsa ríkjandi valdhöfum, vill breytingar og svo framvegis. Og þetta fólk held ég að vilja nýta auðlindir náttúrunnar með skynsamlegum hætti, alls ekki með neinum yfirgerandi hætti. Og þegar þú talar einhverja drauma okkar til dæmis gagnvart hælisleitendum, ég bara þeirra skoðun, ég var stjórnarformaður þróunarsamstofnunar, ég bara vil gjarnan taka vel á móti fólki. Ég orða þetta bara að ég er að heldur umröðuna sem er gagnrýnin frá hægri. En ég held að ég skilji hins vegar algjörlega, við erum ekki með opin landamæri. Ég skil vel að Píratar og fleiri sem að segja bara no border og tala fyrir þeim að við að taka móti öllum sem þess þurfa. Ég skil það sjónarmið, ég er bara ósammála því og ég held að meirihluti landsmanna sé ósammála því. Við viljum gera vel og taka vel á móti fólki, en það verður að vera einhver stjórn líka bara til þess að ráðum við það, annars endar þetta bara í klessu og annars búum við til jarðveg fyrir aukafullar skoðanir og polariseringu sem er stórhættuleg. En ef að hægrið er þetta sem þú segir, Sjálfstæðisflokkur, Framsókn, Miðflokkur og Flokkur fólksins, þá eru þið ekki með nema svona 42% atkvæða í samkvæmt könnunum. Þið er ekki með meirihluta, þótt að hægrið tali alltaf eins og þeir sé að tala fyrir hönd hins þögla meirihluta. Það er það ekki endilega þannig. En þá ertu að tala ég held að eftir þessa ríkisstjórn þá sé algjörlega óhugkvæmlegt að það komi hrein vinstristjórn eða meðborgarleg hægri stjórn. Og það muni þá teiknast upp í kosningabaráttunni hvaða valkosti fólk vilji. Og þess vegna held ég að þetta fólk þurfu líka að velta fyrir sig. Katrín þarf að velta fyrir sig. Hvernig ætlar hún að setja VG fram til framtíðar? Ætlar hún bara að gefa eftir til Kristrúnar og við fáum Reykjavíkur módelið í landstjórnuna sem ég held að sé mikil hætta á. Og þar hefur verið meirihluta sem er einstaklega óvinsæll og hefur tapað 2 kosningum röð. Það nær alltaf að halda völdum af því hann og sett borgina í þrot. Kallar alltaf eftir einhverjum nýjum. Viljum við það? Er það lýðræðislegt? Píratar sem tala fyrir gegnsæi og svoleiðis og svo komast þeir til valda þar og þá vilja þeir ekkert gegnsæi og það þarf að pína allar upplýsingar út úr þeim og þeir standa ekki fyrir það sem þeir hafa sagt standa við. Þetta held ég að blasi við og ég held að næstu kosningabarátta, hvort sem hún verður núna í vetur, ég hef mjög litla trú á því að þessi ríkisstjórn haldi út kjörtímabilið vegna þess að þegar að fer að styttast í endan að þá muni einstakir stuðningsmennar að segja ég ætla að spila mitt spil og þið sjáum ykkar. Svo þurfa þingmenn að fara að sanna sig í prófkjörum og fleira. Er þetta raunhæft að í næstu kosningar verði skýra línur í pólitíkinni þess að verður kosið á milli einhvers konar miðvinstri stjórnar undir forystu Samfylkingarinnar og hins vegar miðhægri? Það getur við orðið það. En þinn borgarlegu öfl eins og þið orðið að saminist. Og þú talar geti komið þannig stjórn sem að myndi láta allar draumar reytast. Auðvitað verður það aldrei en hvað vill venjulegt fólk? Fólk vill bara reka sín heimili, hafa það nokkuð sæmilegt fjárhagslega. Þeir sem reka fyrirtæki vilja fá að gera það í friði. Fæstir eiga sér stóra pólitíska drauma. Flestir eiga sér bara draumum að lifa eðlilegu lífi, Þannig að það er ekki alltaf svona pólitískir eins og við þrý sem sittum við þetta borð og erum að spjalla saman. Hvað er þessi? Þannig að þetta er fyrir miður. En málinn sem hafa verið nefnt hérna sem hafa verið ágreiningsmál. Ég meina hvalveiðar heldur að fólk alltaf hlaupa og vera að kjósa og hvort þið hefur verið hvalið ekki? Nei, ef að hvalveiðar væri það stórt mál þá hefði Sjálfstæðisflokkurinn vantilega sprint ríkisstjórn út af því. Hvalveiðar eru þetta eitt mál. Þannig að ágreiningsmálin eru ekki stórmál eftir því sem þú þetta segir. Hvalveiðimálið það endurspeglar fyrst og fremst þau átök sem hafa kannski átt sér stað innan ríkisstjórnarinnar og það að Svandi skildi gera þetta með þessum hætti, hvaða mál síðan var. Það var það sem málið snerist í því tilviki, þar sem hún tilkynnir bann við hvalveiðum í lok ríkisstjórnarfundar þegar Bjarni farin að fundi og eitthvað svona dót. Það var það sem pirraði meira heldur en
það bannið eitt og sér af því að það var búið, Bjarni sagði það þetta hjá mér í þjóðmálum að það var búið að ræða það í aðdraganda stjórnarsáttmála hvort að þetta banna hvalveiðar ekki og niðurstaðan var að láta þetta eiga sig í bili. Það eru kallanir sem skrifað þér, Brynjar og Ellið og fleira, þeir tala svolítið svona að borgaraleg öflun þurfa að saminast, held ég að sé. Þarna ertu með Framsókn og Miðflokkinn saman. Er einhver þarf að lækna það áður en að þið farið í þessar kosningar sem að þú ert að boða í vetur? Klálega. Og hvernig læknar það? Bara með því að fólk fara að tala saman og hætti að láta einhverja hluti úr fortíðinni stafnist í því og telji mikilvægra hvað þeir vilja ná fram heldur en ekki og ég held að það sé alveg klárt. Og það væri þá flokkur eða eitthvað svona bandalag sem að væri náttúrulega samstarfsflokkur með sjálfstæðisflokk, mögulega með flokki fólks. Ég ekkit endilega að tala að þeir geta verið í sitt hvort lagi og flokkur fólksins og svo framvegis. Ég veit að sjálfstæðismenn hafa verið að velta fyrir sér hver sé staða fólksins, hvort það sé hægt að fá þá til samstarf og svo framvegis og það allir að velta þessum hlutum fyrir sér og ef það meiri spurn eftir ríkisstjórn sem fer þá í einhverja átt og með eitthvað plan vegna þess að ég held að þetta snúist rosalega mikið um það að við fáum að tilfinningunni að þeir sem eru við völd að hafa eitthvað plan. Þú þekkir bara í leigumarkanum, hvert planið okkar? Hvað ætlum við að gera til þess að vinna bug á þessum vanda? Pröfuð að lesa þessar hvítbækur, það er ekkert plan í þeim. Og svo skoða ég bara þær og þeir sem gera þær eða eru í einhverju nefndum að þetta eru kannski 3, 4, 5 fulltrúar úr ráðuneytum. Og maður sem betur datt engum í huga að fá bara einhvern sem að þekkir, bara þekkir þetta á eigin skinni og vegna þess að, ég til dæmis þeirra skoðanar að Íslendingar eigi bara gjarnan að hafa þennan möguleika á að sem flestir búi í eigin húsnæði sem vilja, en það bara fullkomlega eðlilegt að bjóða líka upp á heilbrigðan leigumarkað, hann bara ekki til staðar. Og þetta skiptir venjulegt fólk bara óskaplega miklu máli. Nú erum við að fjalla mitt í þetta daginn í þjóðmálum, nú kom einhver hvítbók íbúðamarkaðinn og það bara ráðuneytistarfsmenn í starfsfólki. Þetta algjörlega... Það engin frá leigjendasamtökunum eða verkalýðshreyfingunni eða samtökum iðnaðarins eða bönkunum eða... Og enginn sem einhvern veginn segir bara þessa hugsun sem þarf alltaf að vera af hverju þetta svona, ekki hægt að breyta þessu og svolítið að það kerfið hefur tilhengu til þess að setja einhvern hjúp yfir allt saman og trægðu lögmálin ríkjandi og það má engu breyta og svona þetta og svona verður þetta að vera og það þarf bara fleira fólk til að segja, heyrðu, nei, keisarinn ekki neinum fötum. En að því þú spurður mögulega hvort að miðflokkurinn og framstoflokkurinn rennir saman aftur, ég veit ekki, er þetta fjölflokkarkerfi ekki kannski bara svolítið komin til að vera? Já, ég sé bara, ég held hins vegar að þeir þurfi bara að geta unnið saman og gæta alveg unnið saman. Til þess að kosningarnar sem að þú varst að vonast eftir, geti gengið eftir, að þá þyrfti fólk raunverulega að ná einhvern veginn saman fyrir kosningar, þannig að kjósandinn hefði einhverja hugmyndur að vera að kjósa einhverja tiltekna leið. Það sem ég held að gerist núna, ég fólk sem að kaus VG 2017 sem að fekk eitthvað allt annað. Já, og ég meina Svandís kom fram í fjölmiðlum eins og þau munið þar sem að því hefði verið komið á fót að VG geti unnið í Sjálfstæðisflokknum og hún vildi nú bara róa sína stuðningsmenn og segja að það myndi náttúrulega aldrei gerast, bara aldrei. Og sama þegar Steingrímur J fór í ríkisstjórn með Samfylkingunni og sagði á kvöldi kjördags að það kæmi ekki til grein að ganga í Evrópusamtið að sækja þar og gera það samt. Ég held að Samfylkingin í 2007, það var búið að byggja upp mótstöðu við Sjálfstæðisflokkin síðan 99 og við fyrsta tækifæri fara þeir í ríkisstjórn með þetta. Nei, en það sem ég held að gerist hins vegar er að borgarlöflin hafa tekið mið af því sem gerðist í Reykjavík og það gerðist í Reykjavík sem líklega til marks pólitíska leikjafræði Dags B. Eggertssonar að hann kom því þannig fyrir að þrátt fyrir að hafa beðið ósigur að þá teiknaði hann upp þá stöðu að Sjálfstæðisflokkurinn beið eftir því að fara að mynda meirihluta og það mætti enginn í viðræðurnar. Hann var búinn að teikna upp þá stöðu að flokkurinn væri óstjórntækur og það nánast aðdánavert hvernig þetta var gert vegna þess að allt í einu var bara Einar sem ég held að hann væri með öll spil á hendi og geti farið að tala við menn og myndað mögulega meirihluta að það var engin möguleiki á að gera neitt annað heldur en að ganga til liðs við þennan meirihluta og ég held að menn muni ekki vilja láta þetta gerast í landstjórninni að það sé búið að útiloka þennan og þennan og þennan og það er það sem að
VG hlýtur að standa frammi fyrir, viljið þið halda áfram þessu ríkisstjórnarsamstarfi eða hvað ætlaði að gera og svo framvegis. Það eru 4 mánuðir það að Einar taki við gjaldþrota borg, heldur hann sé spenntur fyrir því? Já, ég held að hann hljóti vera spenntur en hann er í mjög sérstakri stöðu, ég skrifaði hann bara það í vikunni að hérna, hver einasti maður, hvort sem hann er vinstarmenn, hægramenn, að þeir sem studdu hann í þessum kosningum hljóta að spyrja að hvað eru þessar breytingar Einar? Vegna þess að hann lofaði Það sést reyndar í könnunum sem voru svona hálfu ári síðan að þá var hérna Framsóknarflokkurinn með 1 borgarfulltrúa. Já, ég meina, ég man ekki eftir öðru eins falli. Hann vann kosningasigur á grundvelli þess að það þyrfti að breyta og við hljótum að geta spurt hann hverju ertu búin að breyta og hverju ætlar að breyta. En er ekki þessi staða sem við erum að lýsa, við nefndum hann að elítu stjórnmál og svona tilfinning almennings að ráði litlu ákvarðanir sem teknar einhvers staðar fjarri, það sé kannski ekki að marka stjórnmálið og lofa innu og svo gera þau bara eitthvað allt annað. Kannski er þetta bara afleiðing af minkandi pólitískri virkni almennings á undanförnum árum. Það er vandamál í öllu flokkunum að grasrótin er að deyja. Ég held að Píratar hafi meira þess að vera að loka félagsmiðstöð sinni. Það er lítið þáttaka í verkalýðsfélögum og öllum félögum. Við tókst með erfiðleikum að endurreisa leigjendasamtökin hérna á þau til þess að hafa að væri ykkur rödd til þess að berjast fyrir því. Mér finnst þetta áberandi hvað hagsmunabarátta eftirlaunafólks er lítið áberandi í íslensku samfélagi og þar undir göttunum er þetta ekki að sömuleyti bara að lýðræðið okkar er bara veikt vegna þess að það vantar bara öflugri umræðu og við getum ekki staðið fyrir fannum að flokka og stappa niður fótunum og ætlast þess að þeir skaffa okkur umræðu. Nei, en ég held að þetta tengist líka bara breytingu sem hafa voruð á bæði samfélagsgerðinni og í alþjóðlegu umhverfi með þessum samskiptamilum manna. Ég er ekkit viss að umræðan sé eitthvað veikar en áður. Hún er kannski bara meiri. Það var allir rödd og fólk getur látið til sín taka með alls konar hætti. En hún er ekki lýðræðisleg eins og býst ég við hafi verið í grasrót Sjálfstæðisflokksins þar sem ég fór inn á hverfisfélagið og barðist fyrir mínum hagsmunum og varð að sætta mig að ég verið undir, vinna þá meira í því og ná þannig að var lýðræðisleg niðurstaða hópsins í þessu umhverfi sem þú ert að lýsa að þá er allir bara gasbrandinn og samfélagsmiðlum og það er ekki en lýðræðisleg niðurstaða. Og það er vaxandi óþol fyrir andstæðum skoðunum, polarisýningin verður meiri, sá sem er ekki sammála mér hlýtur að vera óvinur minn og svo framvegis. Allt sem er hérna lýðræðinu ekki til framdráttar og leiður okkur í ógöngur. Þetta snýst einmitt það að geta tekið tillit og unnið einhverju sameiginlegu stefnumáti, ekki verið persónulegir óvinnir síðan eftir samtalið og svo framvegis. Þetta þurfum við að gera, annars lendum við eins og önnur samfélög í þessari blessaðri polariseringu sem að tekur okkur ekki nokkuð skapaðan hlut áfram og þá verðum við ennþá eftir 6 ára að tala neyðarástand og leigumarkaði þetta og hitt og eitthvað svoleiðis og hvar er Sundabraut og við erum að rífast Reykjavíkurflugvöll og við erum að rífast aðelda Evrópusambandinu í hvað og ekkert gerist. Þetta er líka bara breytt samfélagsmynd, það er líka bara erfiðar að fá fólk til að vera sjálfbáðilegur í íþróttafélögum og fleira bara félagsþátttaka er öðruvísi en hún var áður. Það er félagslegan galdur eins og prófessor í Háskólanum. Já, kannski. Við séum búin að vera ómikið fókus á tæknilegum lausnum og sem oft koma út úr faglega starfi. Og þá er jarðvegur fyrir nýjar hreyfingar sem að taka svolítið sviði á hvern tíma en þurfa síðan einmitt að horfa á það að halda því sem er nú meirinn að segja og ég held að það gæti alveg komin í framboð fyrir næstu kosningar sem að láti til sín taka. En svo hvaðan ættu þau að koma? Nei, ég menna það kunna bara fleiri að fá þá hugmynd að láta ljósið skína, það held ég sé alveg klárt. Og er það eitthvað svona sérstætt málasvið sem að veri? Já, bara heimilin í landinu, þau þurfu öflugri málsvara, venjulegt fólk. Ja, hvort er auðveldar að koma fram með nýtt framboð eða reyna að vinna sæti í prófkjöri í Sjálfstæðisflokk, Samfylkingu, Framsókn? Þetta er bara spurning sem margir veitur fyrir sér. Já, þetta er lagt fyrir eftirlaunafólk. Það hugsaður þetta fyrir hverju kosningar. Ættu við að bjóða fram okkar flokk eða ætti hvert okkar að fara og vinna okkar málefni fylgi innan okkar flokks og það er svo ákvörðun alltaf tekin. En ég held að þau hljóta að horfa á síðustu kosningar og áhrif eftirlaunafólks á stefnu flokkana eða stefnu ríkisstjórnar þá er Átti Flokkur fólksins ekki að vera svolítið svona þeirra málsvari? Já, þá ferðu bara eitthvað fólkin á þingi sem að talar, þau tala að þetta sé mikilvægt að ræðupúlt í samfélaginu, eins og þetta sé fjölmiðl eða eitthvað til þess að árufa umræðuna, þetta er ekki valda, þetta næri einhver breytingum fram, ég veit ekki.
Herðu, getur niðurstaðan verið svo að við verum að tala um mikilvægi pólitísku umræðu, að áhorfendur og hlustendur sem eru að hlusta á okkur, sem eru búin að ógeða á pólitík, eina leiðin út úr því er að gera meiri pólitík? Minna umbúðir, meira innihald, skýrari tala fyrir tilteknum hlutum og þora að segjast að vera hægri maður, vinstri maður, borgarlega þengjandi, tala fyrir einstaklingsframtakinu, meiri velferð og svo framins. Þora bara að tala fyrir sínum skoðunum en ekki að tala með þeim hætti að enginn sem að hlustar á það hafi hugmyndum fyrir hvað raunverulega stendur. Herðu, kæra þakki fyrir að koma hingað Björn Ingi og Gísli Freyr og við ætlum að snúa okkur að allt öru máli hérna við rauðaborðið. Ég ætla að fara til Ekvador. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir alla þá sem vilja berjast fyrir réttlátu húsnæðiskerfi. Leigjendasamtökin.is Herðu, já, eins og ég sagði þá ætlum við að fara núna til Ekvador, þar sem að er pólitísk óöld, getur við sagt, og til þess að segja okkur frá því er hingað komin maður sem Íslendingur frá Ekvador, Alex Hatíva Ramos. Þetta velkomin. Takk fyrir. Herðu, ég verð að gera ráð fyrir því að þeir sem hlusta á okkur veit ekki alveg svona hvað Ekvador er. Þannig áður við kannski förum yfir hérna stöðuna í dag og þá atburði sem eru, þar sem verið að drepa forsetaframbjóðendur og það eru pólitísk morðar mörg. Hvernig myndur þú lýsa Ekvador? Hvað fyrir þann sem ekki hefur komið ángað? Hvað svona samfélagi er þetta? Ekvador er bara Suður-Ameríku nótskun, sko. Fyrir mér er þetta fallegasta land í Suður-Ameríku. Og hérna... Ég hef heyrt fólk segja það sem er ekki frá Ekvador. Já, það ekki. Já. Mjög lítið land, fólkið er gott, sko, langflest fólk er gott. Við erum búin að lenda í þessu vesinni einfaldlega vegna þess að ríkisstjórnin sem hafa verið undanfarnir ár hafa verið mjög spillt. Síðast sem ég var hana 2017, ég var hana 2015, 12, 10 og ástandið var allt öðruvísi. Það var æðislegt að vera þarna. Man var þarna bara heila mánuð og bara ferðast, ekkert vesinn, var ekkert hrættur við neitt. Núna er ég pínu hrættur við að fara, sko. Því miður er ástandið þannig, en þjóðin sjálf er mjög pólitísk. Fólkið er mjög pólitísk, þau sem vilja og hafa tíma til þess að fara út í það. Það sem er jákvætt eða ekki, þá er það fólk sem upplifir að það geti í sameiningu móta framtíð landsins og það er ekki slæmt að það er mikil pólitísk virkni í landi. Alls ekki, það er alls ekki hérna slæmt, en málið með þjóðfélagið í Ekvador er það að fjölmiðlarnir eru í eigu efnað fólk bara, sem er mjög hægri sínuð og ef þú ert að vinna, skiljur, í Ekvador og þú ert að hugsa að koma með mat til fjölskylduðina, þau eru kannski ekki tíma til að setja sig niður og lesa hvað þessi frambjóðin að bjóða, eitthvað svona, þú sest niður fyrir fram að sjónvarpi í hálftíma, horfir á fréttinnar og trúir allt sem þú heyrir í fréttinnar, því þetta eru fréttinnar. Þetta á að vera satt sem þeir eru að segja. En því miður er þetta ekki alltaf þannig, einmitt út af því að þeir eru, ef ekki allir, ég held að séu allir bara fjölmiðlar sem eru í sjónvarpi í eigu efnuðu hægri sínuðu fólki. Og er það svona gömul landeigandastétt? Er þetta sömu ættirnar sem hafa verið með ríkidæmi þarna áratugum og langt fram á 18. öld kannski, 19. öld? Já, ég veit eitt dæmi allavega með blað, bara venjulegt blað, fréttablað, sem heitir El Comercio og það hefur verið í eigu Mandilla fjölskyldu örugglega 100 ár, sko. Og hérna, svoleiðis fjölmiðlar eru komnir náttúrulega á YouTube núna og allt það, en þetta er samt í eigu en þó þessa fjölskyldu. En já, svo er þetta bara nokkra áratuga ættir sem bara eiga þetta og hérna, og bara síðan eru börnin sem eiga þetta og svo framvegis. Þannig að jú, þetta er smá svona. En hægrið hefur ekki alltaf verið við völd, stundum komast vinstri menn til valda þarna? Já, síðast, og það er gullöld Ekvador, 10 ár sem voru þarna 2006 til 2017, Rafael Correa var forseti þá, vinstri flokkur, revolutionsjóðana flokkur. Það er einmitt flokkurinn sem er í fyrsta sæti í samkvæmt könnunum í dag fyrir kosningar sem eiga að vera húsunum í dag. Og þá
það var hans stjórn sem til dæmis setti upp fyrsta sjónvarpsstöð í ríkiseigu sem heitir Ecuador TV og náttúrulega eins og maður veit, í svona lönd ef hægri flokkur eru komin til valda þá er það stöð hægri sinnað en það var hann sem kom upp að þetta er ekki eins og í Evrópu, það hefur til dæmis verið fyrst ríkisútvarp eða ríkissjónvarp í löndin og síðan enga. Í Ecuador hefur alltaf verið fyrst enga og í fyrsta skrifti eins og ég segi þetta stöð Ecuador TV sem er í ríkiseigu og sem betur fyrir það ennþá í dag í ríkiseigu þannig að það hefur ekki verið selt ennþá. En núna það verið að kjósa núna vegna þess að forsetinn að hrekjast frá. Já. Hver það? Guillermo Lasso forseti, bankastjóri á sínum tíð, hægri sinnaður mjög mikil og sko hann átti að vera til 2025 en út af spiltmál sem hann lendi í og Alþingið vildi steypa honum stól löglega skiluru, impeachment heitir það, ég veit ekki alveg hvað það heitir á íslensku. Ég man ekki hvað það er stemt á Trump og fleiri og Nixon og fleira, impeachment. Já, en í stað þess að leyfa það gerast þá sagði hann upp og það er til lög í Ecuador sem segja að ef forsetinn segir upp þá verður Alþingið að segja upp, bara sjálfkrafa. Þannig að þess vegna eru núna 2,5 ár síðan, hann átti 1,5 ár eftir. Þess vegna eru kosningar miklu fyrir en þeir áttu að vera og það er einmitt Alþingiskosningar og forsetakosningar sem eru núna á sunnudag. En morðin sem í þessari kosningabartu, það er ekki tengt stærsta vinstri flokknum, nýja stærsta hægri flokknum. Frambjóðið sem var myrtur, hann var ekki líklegur til þess að vinna kosningarnar. Alls ekki. Sko, fyrir þetta hræðilega atvik þá var vinstriflokkurinn með meir en 30%. Það verður að hugsa að þú spurðir áðan að í Ecuador þá verður að kosið bara einu sinni ef þú vinnur í fyrsta umferð en þú verður að vera með meir en 40% atkvæða og vera með 10% meira en næsti frambjóðandi. Þetta, samkvæmt kannanir var þetta að koma að hún hafi verið Luisa González, hún er frambjóðandinn í dag. Hún var komin með 44-45% og næsti númer 2 er 15% og maðurinn sem var myrtur var 8, mestalagi 10%, það fer eftir hvaða könnun það er. Þannig að hann var aldrei líklegur til þess að vinna þetta. En núna eru hægri flokkarnir að setja þetta eins og þetta sé Korea, því þeir voru óvinnir, það er alveg satt. Korea og þegar hann var alþingismaður fyrst, þessi maður sem var myrtur. Og núna eru þeir hægri flokkarnir að setja eins og að flokkurinn Korea sé eigi eitthvað hlut þetta hræðilega atvik. Og þeir bara í þessum 4 viku eða hvað sem þetta þeir eru búin að tapa alveg 5% fylgi í svona könnunum. Þannig að það meikar ekki sens, ef þú hugsaður þetta rökrétt, það meikar ekki sens að flokkurinn sem er langt efstur að gera eitthvað svona, bara að hugsa þetta rökrétt og með Þú ekki trúa því að það séu vinstri menn sem hafi staðið? Nei, alls ekki. En atkvæði, nú heldur framboð áfram, hann var með vara forseta, heldur það framboð áfram og hvert myndu þá atkvæði hans fara þá til hægri? Hún sem var í varaforseta frambjóðandi hans, hún samkvæmt lögum og samkvæmt stjórnarskránna, hún má ekki fara upp, það verður að velja einhvern annan, það er búið að velja einhvern annan, Kristján Zurita heitir hann og það reyndar að kjósa í kvöld, ég veit ekki það er náttúrulega einhver sem fylgis með reglunum kostningareglur og eitthvað svona, ég með í hvað embætti það er á Íslandi en þau eru að kjósa í kvöld það hvort það sé löglegt fyrir hann þessa mannesku að fara í þetta framboð, þannig að þeir munu örugglega samþykkja og hann mun fara í framboð en það er alveg ljóst að þessi hægri flokkur og þessi atkvæði sem hann með þeir færast pottjett í hægri flokk og það er pottiflokkurinn sem er í númer 2 Ottoson sem er fyrirverandi varaforseti Lenín Moreno sem var hægri stjórn áður en Guillermo Lasso hann var 2017 til 2021 það er alveg pottið að hann hagnast mest að þessu Það myndi heita kjörstjórn eða yfirkjörstjórn á íslensku sem að vera að fylgjast með þessu En þetta er ekki eina morðið sem er pólitískt morð sem er í Ecuador Þess vegna leiði ég mér að segja áðan að það væri svona óöld og hvað veldur því? Sko, það er mjög erfitt að útskýra glæpasamtökin í Ecuador, það hafa alltaf verið glæpasamtök
frá nágrannar löndum og allt það og það bara mjög slemt núna, eins og ég segi það hefur alltaf verið glæpasamtök, en núna eru þetta komið inn í lögreglu, þetta komið inn í herinn og þetta komið inn í ríkisstjórnina, eitthvað sem hefur aldrei verið. Og ef þetta komið inn í lögregluna. Og það þá fíkniefna smiklarar? Já. Sem hafa þá svona gríðarlega ítök eins og hefur lengi verið í Kólumbíu og fleiri löndum hann í kring. Það það og við höfum sloppið ótrúlega vel við það hingað til. En eins og ég segi það hefur alltaf verið þannig, en við höfum verið dugleg bara að passa landamærin með herinn og með lögregluna, en núna þetta komið inn í lögregluna og inn í herinn og inn í ríkið og það mjög erfitt að berjast þegar forsetinn sjálfur sakaður með spild og með tengsl með svona hópa, það mjög erfitt að berjast gegn því og þetta morð sem var þannig daginn á forseta frambjóðandan hann var nú þegar búin að fá morðhótanir og hann var með lögreglufyllt bara áður en hann var frambjóðandi, einmitt út af þessu því hann var alþingismaður. Og hefur gagnrýnt stjórnvöld fyrir spillingu og tengst við eiturlögringi. Já, og hann, eftir að hann var frambjóðandi þá hélt hann mjög mikla lögreglufyllt. Má sér myndbönd, má heyrir viðtöl, má sér fréttina, það engin séns á því að þessi maður hefur verið myrtur, hefðu lögreglumenninir sem voru átt að passa hann væri ekki inn í þessu. Þetta bara svo fáranlegt hversu auðvilt þeir náðu til hans. Þannig að morðin eru kannski tengdari því að það séu glæpahringir sem eru að verja sig, drepa stjórnmálamenn og blaðamenn sem eru að fjalla spillingu. Frekar heldur þetta sé einhver átök á milli hægri og vinstri. Nei, ég held ekki. Átök á milli hægri og vinstri hafa alltaf verið, þau hafa aldrei verið svona slæm. En þegar glæpamenn eru komin inn í málið þá allt annað, þeir eru búin að fá svo mikið hluta af kökunni, glæpasamtökin, að þeir vilja ekki sleppa því. Og núna gera þeir allt til þess að setja frambjóðanda, ég veit ekki hver það sem þeim hendar. Þannig að því miður þetta þannig og fyrir 2 vikur síðan var borgarstjóri, ekki höfuborgin heldur annar borg sem heitir Manda, hann var myrtur. Frambjóðandi, vinstri sína frambjóðandi fyrir Alþingi var myrtur viku síðan held ég eitthvað svoleiðis. Þannig að þetta að gerast allt of oft og þetta í fyrsta skipti í sögunni í Ekvador sem til dæmis frambjóðandi forseta myrtur og það kortir fyrir kosninga. Það mjög sorglegt að heyra mitt land. Og þú ert í sambandi við þitt fólk þarna úti. Hvernig slærir þetta fólk illa? Fólk í svona sjokki, finnst eins og að sé að missa samfélagið sitt út í eitthvað óáran? Já, það mjög, ég þekki fólk alls konar sem eru mjög hægri síðan og mjög vinstri sína. Það fyrir eftir hvað maður spyr eiginlega og sumir kenna þessum, sumir kenna hinnum. En já, eitt að reyna, það eru allir mjög hrættir og eins og ég sagði það að ef glæpamennirnir ná til forsetaframbjóðanda svona auðvitað, þá engin óhuldur. Bæði rán, mannrán, morð, alls konar svona, þetta pínusæðilega ástand og þú bara hugsaði tvisar að fara út og kannski kemur ekkert allir aftur heim. Það mjög erfitt og mjög hræðilegt að búa við því. Þú sagðir áðan að hefði verið gullöld í Ekvador fyrir fáum árum. Hefur verið svona efnahagserfiðleika núna undanfarið? Það hafa verið efnahagserfiðleika undanfarið, sérstaklega eftir COVID. Ekvador fór mjög illa út úr COVID. Bara bæði á meðan, ekki bara dauðsföllin, heldur líka efnahagið. Það var bara út af því, ég mjög vinstrisinnaður og það hljómar eins og ég sé að gagnrýna bara út af því þetta hægristjórn, en má gagnrýnir ekki fólki, má gagnrýnir hvað þeir gera og hvað þeir gera það ekki. Og þessar stjórnir sem hafa verið síðustu 6 árin, hafa verið hægristjórnir, bankamaður Guillermo Lasso núna að fara út af spillingu og snúningin sem landi hefur tekið í þessum 6 árum, miðað við hvernig þetta var, það bara ótrúlegt, sorglegt, ótrúlegt, hræðilegt. Það bara erfitt að skilja hvernig og það örgulega klárari menn en ég sem gætu útskýrt þetta, en ég get ekki útskýrt þetta nema það sem ég, les og sé, en það hlýtur að vera einhvern útskýring, svona fagmannleg útskýring af einhverjum, eins og ég segi, klárari en ég, einhver sérfræðing, sem geti virkilega útskýrt þetta að, landið var í öðru sæti af öruggustu löndum í Suður-Ameríku, bara Chile var betri. Fara frá því að eiga fleiri morð enn í Mexíkó, sem með fullu verðingu fyrir bræðum okkur af Mexíkó og bræðum sískinum í Mexíkó,
þá hefur það verið staðreind. Verið hryllilegt ástand í Mexíkó. Núna er það verra í Ekvador og það er mikið sagt og það hefur aldrei verið þannig því miður. En vinstrið í Ekvador, hvernig er það? Er þetta byggt á verkalýðshreyfingunni? Já, mjög mikið. Það er mjög fjölbreytt þannig séð sko. Það eru meira að segja til vinstri flokkar sem eru á móti vinstri flokkurinn, aðalvinstri sem er núna. En jú, fyrst og fremst er þetta þannig bara verkalýðsbarátta. Við höfum alltaf haft þetta, þú veist, eins og ég var að útskýra ef þú ert í miðstétt og elst upp í fátækt. Það eru mjög líklegt að þú sér með sterkar pólitískar hugsanir og þá mjög líklegt, ef ekki bara 100% að þetta séu vinstri sínaðar hugsanir. Þannig að þess áður en til dæmis þetta öll sem ég var að tala sem byrjaði í rauninu 2006, þá hafa bara hægri stjórnir verið og ég held að hafi verið hægri stjórn í Ekvador allt 9. áratugnum og byrjun 2000 til 2006. Þetta var allt hægri stjórn, þannig að þú veist, ekki þróðumst við þá. Þannig að það hlýtur að vera ástæðan fyrir því að það eru svo margir sem eru vinstri sínaðir og ólust upp í þessum stjórnum sem sáu ekki bata í þeirra líf. Hvernig getur þú spáð fyrir hvernig kosningar það fara um helgina? Sko, ég hugsa að hún Luisa muni vinna en hvort það sé nóg til þess að vinna í eini umferð, það er því mjög mikilvægt þannig að þess að ef vinstriflokkurinn Rafael Correa vinnur ekki í fyrstu umferð þá þarf að fara í annað umferð og það er bókað að allir hægri flokkarnir munu sameinast gegn. Og það var bara hvað sem milli tveggja efstu. Það er bara hvað sem milli tveggja efstu sem er fáránlegt vegna þess að það verður örugglega minnst að kosti 20% munur milli fyrsta og annað en hann fær samt þú veist að komast áfram. Einmitt út af því að ég sagði að þú þarft að vera með meira 40. Það fara yfir 40%. Yfir 40% og vera 10%. Þetta er þessi sömu reglur og þessi í Argentínu. En það er nú víða það sem er þannig að þú nærið ekki meiri hluta í fyrri umferð þá er kosið aftur. Það er til þess í Brasilíu. Það er í Fraklandi. Talandi bankamenn sem eru forsetar. Já, mitt. Já, en ég spá henni sigur sko og ég vona að það náði því í fyrsta. Ef hún ekki því í fyrsta, þá er líklegt að hægrið taki aftur í annar umferð. Já, það er mjög líklegt og ef þú spurt mig þetta áður en þetta morð kom fyrir, þá hef ég sagt að við vinnum pottitt fyrst umferðina og það verður betra fyrir Ekvador en núna er mjög meira hún er ennþá með 40 þannig komið kannanir sko, það er ekki hægt að trúa 100% kannanir en þetta er bara þannig. En hún vinnur pottitt en hvort það sé nóg til þess að gera það í einu umferð það á eftir að koma ljós. Herðu, Suður Ameríka, það er svolítið eins og þessi pendull sem að gengur þarna, það er bara hægri, vinstri, hægri og sömuleyti þá fer þetta svona í takt á milli landana. Það er eiginlega langa algengast að það er eiginlega sko sveifla í annarkot til hægri eða vinstri þá bara í gegnum alla álfuna. Já. Ég skil þetta ekki, getur þú útskýrt þetta okkur það er, okkur það gengur svona? Ég get ekki útskýrt sögulega en ég geti útskýrt til dæmis síðustu árin alveg frá 2004, já þá er ég að tala um Suður Ameríka almennt til kannski 2016-17 það voru mjög margir sem komust upp úr fátækt í þessum árum, bara milljónir manna sem komust upp úr fátækt. Fólkið okkar er mjög gott en það er líka mjög svona íhald samt þá með sitt og ef þú áttir ekki neitt á einu tímapunkti eftir 5 ár áttu miklu meira en þú áttir þá viltu ekki missa því og þá gleymir einhver tíma að þú varst einhver tíma þar sem þú veist fátæku fólki þú varst þannig einhver tíma núna ertu kannski mistið eða kannski efra en þú gleymir að það er ennþá fólk hérna fyrir neðan þannig að þetta fólk hættir að kjósa vinstri. Þetta kaus vinstri og það hafði það gott með vinstristjórn. En svo hugsa ég, já, vinstristjórn segir að þótt að borga skatta, þótt að gera hitt, þótt að gera þetta. Höldum okkur við hægri stjórn, því núna vil ég mitt, núna vil ég ekki gefa frá mér. Þegar þú einhver tíma áttir erfitt með að fá þitt, skilur við. Þannig að þess vegna, ef margir sem kjósa vinstri, þetta er ég tala um eins og ég segja síðustu 20 ár, 15-20 ár. Það var mjög mikið vinstristjórn allan Suður Ameríku og sérstaklega Ekvador mjög farsæld stjórn og allt í einu bara hægri. Það bara útskýrir þannig að þú bara ert hættur að kjósa vinstri og þú vilt halda þínu og þú vilt kjósa hægri. En núna hefur undanfarið verið frekar sveiflan aftur til vinstri.
Í Suður-Ameríku, í Ekvador því mér ekki vonandi á sunnudag en þú ert meira að segja sko með myndur ekki segja vinstri sinnaðan forseta í Mexíkó og þú ert með í Kólumbíu í fyrsta skipti sko, í veröldinni sem hann ætlar að stýra landinu sko með hægri sinn stjórnmál. Já. Það eru svona víðast sveiflandi vinstri. Já, náttúrulega þetta sveifla byrjaði með Argentínu, það virðist vera að snúa við aftur. Lula kominn aftur og hérna ég held að sé ekki vinstri í Peru en Kólumbía, það var komið óvart, Venezuela náttúrulega heldur áfram. Þannig að það fjölbreyndara núna, það var á tímabil sem var, eins og ég sagði, öll löndum að eitt tíman í hvað, ég held að það hefði Úrúgvæ, það var Kólumbía sem voru með vinstri stjórn og svo kom tímabil sem voru allir með hægri stjórn, nema Venezuela náttúrulega. Þannig að já, þetta pendul sem þú ert að tala bara alltof augljóst og alltof algengt og já, ég get ekki útskýrt þetta sögulega. Herðu, við sjáum til hvernig kosningarnar fara, verður á sunnudag? Það á sunnudag, en þú veist, á meðan, sko, ef hún vinnur ekki í fyrstu umferðinni, þá þegar að spildur forseti þarf að hanga þarna til nóvember, því ég held að sé annan nóvember sem seinna umferðið og það bara alls ekki gott fyrir landið, því miður. Það verður engin trú að þessu manni sem er forseti núna? Það verður ekki svona hælflokkarnir sem eru í frambóð núna, sem styttu hann mjög mikið í Alþingi til þess að halda honum, hann átti að vera löngu farinn. Ekki eins og þeir hafa trú á honum núna. Þannig að það mjög slæmt fyrir hérna landið að það þurfi að bíða til nóvember til að hann þurfi að fara. Á annan nóvember held ég að seinna umferðin. Við sjáum til að kannski eftir kosningarnar, sérstaklega ef það verður önnur umferð, þá fæði kannski aftur til að koma og ræða stjórnmál í Ekvador. Það væri gaman. Það væri mjög gaman. Kæra þakkir, Alex. Sömuleiðis. Þetta voru lokin á Rauðaborðinu í kvöld. Ég þakka ykkur kærlega fyrir að hlusta, gestum mínu fyrir að koma. Bend ykkur á að þið getið hjálpað okkur við að byggja upp samstöðuna með því að læka síðurnar á YouTube og Facebook. Þið getið líka gengið í Alþýðufélagið og orðið eigendur að samstöðunni. Það gerir þið með því að fara inn á samstöðu.is, það er hnappur sem heitir áskrift. Það kostar 2.000 krónur að vera áskrifandi að samstöðunni og þá eru þið jafnframt eigendur að samstöðunni. Pælið í því, en ég þakka fyrir í kvöld og sjáumst aftur á morgun klukkan 8.